mættir til Finnlands annað skipti á lokamóti Eurobasket, hvernig er tilfinningin? Nú aðeins öðruvísi heldur en í Berlín, ég viðurkenni það var nú fyrsta stórmóti sem tóku þátt í en töluvert auðveldara núna en auðvitað gerir maður meiri kröfur heldur en maður gerði fyrir Berlínferðina. Raunhæfar kröfur, þetta er náttúrulega hörku riðill sem við erum í og þó að verið kallað dauðariðill síðast þá er þessi riðill hann er ekkert síðri, ef ég má orða það þannig. Þetta eru gríðarlega sterkar þjóðir. Þú ert hér sem formaður afreksnefndar, hvert er þitt hlutverk í kringum liðið? Það er að halda utan hópinn, vinna með fararstjórum í skipulagningu, þetta er töluvert, það eru fundir, æfingar, ákveða með matinn og svo framvegis og vinna með medical tíminu líka, það er að segja öllum í kringum þetta, það eru 2 sjúkraþjálfarar, læknir og svo framvegis, þannig að þetta er skipulagning og svo náttúrulega er stjórnin hérna meira og minna, þannig að ég sitt fundi með þeim reglulega og fara yfir málin. Þú náttúrulega hefur fylgt þessu liði í nokkur ár núna, alltaf gaman að vera í þessum hóp? Já, ég held að þetta sé orðið 8. árið mitt sem formaður nefndarinnar og þetta er búið að vera stígandi í þessu alveg frá því að ég kom inn í þetta, sem er ekki mér að þakka, þetta er alltaf samstillt átak og það að komast að lokamót var svo sem ekki á dagskráni fyrir 2021 ef ég man rétt, við settum upp stefnumótin í Johannes einhvern tímann. Þannig að þetta er búið að vera ánægilegt og erfitt, ef maður ætlar að hætta þá var þetta, eins og ég hef oft hvarflað af mér, þá var þetta mjög erfitt vegna þess að þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. Kringum A-landslið karla, A-landslið kvenna og svo framvegis, allstaðar hefur þetta verið uppgangur, eins og almennt í körfuboltanum í Íslandi. Núna erum við komin til Finnlands og spenningurinn er svona aðeins að kvikna. Hvernig svona verður dagurinn á morgun þegar við erum að fá stuðningsmenninga og svona, verður þetta ekki bara geggjað? Jú, það verður stemming alveg frá fyrstu mínútu og ég vona að samkvæmt því sem ég heyri þá eru hérna hátt í 1500 manns að koma á leikinn en ég veit ekki hvort það getur toppað Berlín, mér finnst það einstakt en vonandi.